I am translating tonight. Einar. Ef það einhver sem vill fá lánsbiblíu, þá má hann endilega rétta upp hönd. If you want to borrow a Bible, just raise your hand and it'll be brought to you. Annars þá annars þá förum við bara eiginlega nokkuð veginn beint í uppröfunarspurningarnar. Yeah, we will look at the questions now, the review questions. Þið eru eflaust með svona umslag, annarkvort á báðum tungumálum eða minna umslag bara á ensku. You will probably have an envelope with both languages or a smaller one with only English. En þið munið að þetta var hugsað fyrir spurningar sem þið getið sett í. This was intended for questions that you can insert into the envelopes. Skrifa aftan á eða sett miða inn í. You can write on the envelope or you can put a piece of paper into the envelope. Ef þið hafið bænar óskir, þá er hægt að setja þær hér líka. And if you have prayer requests, you can also put them in there. Uppröfunarspurningarnar sem að við förum í gegnum eftir smá og svo frjáls framlög fyrir þá sem að það liggur á hjarta. Yeah, these envelopes are also for the review questions and the other thing. Já. Vindum okkur þá bara í uppröfunarspurningarnar frá gærkvöldinu. So the review questions from Wednesday night, right? Já. Já. Það gott að hafa einhvern sem fylgist með manni frá því á miðvikudaginn. En á miðvikudaginn þá vorum við að tala baráttuna hugan. On Wednesday we were talking about the battle for the mind. Og þess vegna er viðeigandi að fyrsta staðhæfingin sem ég les að hún sé eftirfarandi. Það á sér stað barátta hugan. So the first statement there is a battle for the mind. Það á sér stað barátta hugan. There is a battle for the mind. Það númer 1 þið merkið þá satt eða ósatt. So you mark it true or false. Númer 2, valið stendur á milli innsigli Guðs og merki dýrsins. Number 2, there is either the seal of God or the mark of the beast. Valið stendur á milli innsigli Guðs og merki dýrsins. There is either the seal of God or the mark of the beast. Númer 3, þú getur Guð getur umbreytt lundirni eða lindisenkun þótt hún hafi nú þegar verið mótuð. Number 3, the character though developed, can't be changed by God. Það er smá blæbrigða munur á þýðingunni bara á hvernig við setjum upp setningar á íslensku. En Guð getur umbreytt lundirni eða lindisenkun þótt hún hafi nú þegar verið mótuð. The character, though developed, can't be changed by God. Númer 4, eftir að einstaklingur fæðist að nýju, heldur hann lífinu áfram og gerir engar breytingar á lífi sínu. Number 4, once a person is born again, he continues on without any changes in his life. Númer 4, eftir að einstaklingur fæðist að nýju, heldur hann áfram lífinu og gerir engar frekari breytingar á lífi sínu. Number 4, once a person is born again, he continues on without any changes in his life. Og síðast númer 5, við getum orð lík Kristi fyrir tilstilli heilags anda. Number 5, through the Holy Spirit, we can become like our Lord. Númer 5, við getum orðið lík Kristi eða drottni fyrir tilstilli heilags anda. 5, through the Holy Spirit, we can become like our Lord. Eru allir búnir að skrifa niður svörin sín? Vill einhver að ég endurtaki spurningarna snöggvast? Has everybody answered or do you need a question repeated? Númer 1.
Númer 1 var það á sér stað barátta hugan. Yeah, number 1, there is a battle for the mind. Allt annað skýrt. Númer 2, valið stendur á milli innsigli Guðs og merki dýrsins. Number 2, there is either the seal of God or the mark of the beast. Já. Eigum við þá ekki að fara að renna í gegnum svörin? So we'll go over the answers now. Númer 1, þá sér stað barátta hugan. Og það nú eiginlega umfjöllunarefni gærkvöldsins. Hvað segjum við? Er það satt eða ósatt? Number 1, that was the subject matter for Wednesday, and what is it? The sentence statement number 1. Satt, já. True, yeah, true. Og valið stendur á milli innsigli Guðs og merki dýrsins. Satt eða ósatt? Number 2, there is either the seal of God or the mark of the beast, true or false? Og það líka satt, True. eins og segi. Og getur Guð umbreytt lunderni eða lindirsenkun, jafnvel þótt hún hafi nú þegar verið mótuð? Hvað segið þið? So Satt. can the character be changed? Yes, for number 3, true. Og Guði sé lof, segi ég nú. Yeah, thank God. Eftir einstaklingar fæðast að nýju, heldur hann áfram lífinu og gerir engar breytingar á lífi sínu. And number 4, once a person is born again, he continues on without any changes in his life. Satt eða ósatt? That's false, yeah. Ósatt. Já, þetta ekki stöðugt ferli umbreytingar í Kristi. So constant change in Christ, actually. Og númer 5, við getum orðið lík Kristi eða drottni fyrir tilstilli heilags anda. And number 5, through the Holy Spirit, we can become like our Lord. Satt. True. Guði sé lof fyrir það líka. And thank God for that also. Hversu margir voru með öll svörin rétt? How many had all right? Það bara mjög margir, mjög gott. Quite a few of you. Þá ætlum við að biðja þjónanum að taka á móti umslónum. So the envelopes will now be gathered by the ushers. Og við erum áfram með bókagjafir til að hvetja til lesturs á reikningunni. And books are being given as prizes to encourage the reading of the Bible. Og í kvöld þá munum við gefa eina nýja bók sem heitir Ættfeður og spámenn. And there's a new book tonight which is Ættfeður og spámenn, Patriarchs and Prophets. Patriarchs and Prophets, thank you. Og hún fjallar ættfeðurna og spámennin í Biblíunni, það tímabil í And Biblíunnar. it's about those persons in the Bible. Og já, þetta sérst, mæli sjálfur með þessari bók mjög vel. I recommend this book. Síðan erum við einnig með bókina Deiluna miklu, The Great Controversy, sem fjallar baráttu góðs og ills í heiminum. about the battle for good and evil in the world. Og einnig erum við með ævisögu eða frásögnum móðir Louis Torres, hana Elsu. And then there is a book here by Louis Torres about his mother. Og það einnig, hún verður einnig til. So that's also a surprise. To have a volunteer? Okay. Just take it from 3 different parts of it. Thank you. Og fyrsta nafnið Jakob Ramos. Jacob Ramos, yeah. Hann fær þá ættfeður og spámenn. Patriarchs and Prophets. Og þessi hefur áður fengið, þá drögum við aftur. Let's draw another one. So this one has received a prize before, so cancelled. Og hér ekki nafn.
No name here. Try again. Annars sem án nafns. No name. Veistu það, það eru sumir sem eru heppnir en aðrir, en hér annar sem hefur verið lesin upp áður. Sorry, again another one. This one has also received a prize before. Hér nýtt nafn. There's a new name here actually. Laura Stephanie. Laura Stephanie. Hún fær deiluna miklu. The great controversy. Það getur verið að við þurfum að breyta regluna með að fólk fá ekki tvissar ef þetta gengur áfram svona. Yeah, we may have to change the rules about receiving a double prize, if it continues like this. Og það klikkar ekki, það aftur einhver sem hefur fengið. Another one who has received a prize before. And another one, annar. Yes, and still another one. Mamma, þú varst líka búin að fá það ekki. Sorry, another one. Another one. Ó, fyrirgefðu, ég held að væri, það kannski þá. Sorry. Ég byrstu afsökunar. Þá Ingibjörg. It's Ingibjörg, his mom. He was going to cancel her. Can you give it to my mom? Thank you so much. Afsaki. He just thought she had received a prize before, but he was the prize she received years ago. Takk, Einar, takk. Já, þetta hafðist á endanum. So we managed to get through this. En þá komið að því að við syngjum þema sálmin, eða þema lagið. The theme song now. The theme song for this seminar is Turn Your Eyes Upon Jesus. Kæri himneski Faðir, við biðjum þig að blessa þessa stund. Við biðjum þig að gefa okkur ríkulega þínum heilaga anda. Við biðjum þig að leiða og vaka yfir sérgur okkar og sérstaklega vera með Lói Tóris þegar hann tala til okkar. Í Jesú nafni. Amen.
Amen. Amen. Thank you so much. He surprised me. Ég þurfti ekki að þýða þetta sannilega. I didn't have to translate that, did I? No, you didn't. There was a gentleman who was walking down the street, Maður nokkur gekk eftir götu and he came across one of the storefronts. There was an art gallery. og hann kom að sýningaglugga þar sem að voru listmunir fyrir innan. And so he stopped to look into the paintings that were inside the window. Og hann fór að horfa á málverkin. And the center painting caught his attention. Og myndin sem var í miðjunni, hún dró athygli hans sérstaklega. And as he was gazing at the painting, Og þar sem hann starði á þessa mynd, all of a sudden a little boy came next to him. þá kom allt í einu upp að hlið hans lítill drengur. And the little boy said, "Mister, do you know that woman standing there by the cross?" Og þá sagði drengurinn, heyrðu, herra, veistu það að kona sem stendur þarna við hliðina á krossinum, That's Mary Magdalene. þetta María Magdalena. And do you see the man holding on to the woman? Og sérðu mannin sem heldur utan konuna þarna? That's John. Þetta Jóhannes. And he's holding on to Mary, Jesus' mother. Og hann að halda utan Maríu, móður Jesú. And the one on the cross is Jesus. Og sá sem á krossinu, það Jesús. And the man began to feel a lump in his throat. Og maðurinn hann fór að finna fyrir kökk í hálsi. Thoughts came back to him from a long time ago. Og hugsanir spruttu upp, hugsanir sem tengdust löngu liðnum tíma. And he just couldn't take it, so he walked away. Og hann gat ekki gert annað en bara ganga í burtu. And all of a sudden he felt his coat being pulled. En svo fann hann allt í einu að það var togað í frakkan hans. And he turned around. Og hann snýri sig við. And the little boy said, "Mister, I forgot to tell you something." Já, og þá var drengurinn sami. Heyrðu, ég gleymd að segja þér eitt, sagði hann. He died for you. Hann dó fyrir þig. Yes, Jesus died for you. Já, Jesús dó fyrir þig. And we're grateful. Og við erum þakklátt fyrir það. What do you say? Hvað segjum við því? Let us pray together as we study his word. Við skulum biðja. Our Father in heaven, thank you so much for Jesus. Þakka þér, kæri Faðir, fyrir Jesú. For because of him, we're here tonight. Og vegna hans erum við hér í kvöld. And we're grateful for thy word that thou hast given to us. Og við þökkum þér fyrir orð þitt sem þú hefur veitt okkur. And we ask that you bless us with understanding. Og blessað okkur og gef okkur skilning. In Jesus' name, Í Jesú nafni. amen. Amen. Tonight we are studying the 7 seals of the book of Revelation. Og í kvöld erum við að skoða innsiglin 7 í Opinberunarbókinni. But the 7 seals actually begin with the chapter 4 and chapter 5 of Revelation. En innsiglin 7, þau byrja í raun og veru í 4. og 5. kafla Opinberunarbókarinnar. And it's prophecy. Og þetta eru spádómar. And Jesus had said about prophecy, Og Jesús sagði spádóma. "Now I have told you before it come to pass." Nú hef ég sagt yður það áður en það verður, So when it does come to pass, svo að þegar það gerist, you might believe. þá trúið þér. So the purpose of the Revelation Svo tilgangur Opinberunarbókarinnar is to help you to believe. að hjálpa þér til að trúa. But there are people who are afraid of the book of Revelation. En það eru ýmsir sem eru hræddir við Opinberunarbókina. In fact, I've heard ministers say to people, "Don't study that book, it's not for us." Ég hef heyrt presta sem að hvetja söfnuði sína til þess að fara ekki í But Opinberunarbókina. it's not true. En þetta óþarfi. In the first chapter, Jesus said, "Blessed is he that readeth." Og í fyrsta kaflanum segir Jesús að blessaður sé sá sem að les. And it says,
not only he that readeth, but he that hears. En ekki bara sá sem les, heldur líka sá sem heyrir. I'm reading Revelation chapter 1, verse 3. Þetta þriðja versið í fyrsta kaplanum. Blessed is he that readeth, and they that hear the words of this prophecy, and keep those things that are written therein. Sallir sá les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim ritað því að tíminn í nám. So tonight we should expect a blessing. What do you say? Svo við ættum að vænta blessunar í kvöld. Yes? And if we expect a blessing, we should be able to understand then. Og ef við væntum blessunar, að þá ættum við að skilja það sem við förum yfir. So we go to Revelation chapter 4 then, Og þá það Opinberunarbókin, 4. kapli, and we're introduced into the throne room of God. og þarna erum við komin inn að hásæti Guðs. John says that after this I looked, and behold, a door was open in heaven. Og í upphafi 4. kaplans, eftir þetta sá ég sín opnar dyr á himnum. And then it says in verse 2, a throne was set in heaven. Og í öðru versi, jafnskjótt var í hrifin anda og hásæti stóð á himni. And one sat on that throne. Og einhver satt í hásætinu. And then it says that around the throne there were 24 elders, verse 4. Og í 4. versi okkur sagt að þarna umhverfis hásæti væri 24 öldungar. And all those elders were clothed in white. Og allir klæddir í hvítt. Then the scripture says that the one sitting on the throne Og svo okkur sagt þarna að sá sem að situr á hásætinu had a book in his hand. var með bók í hendi. So we see the throne of God then here, Svo hér hásæti Guðs, 24 elders, 24 öldungar, they're singing, það söngur, and it says there that he has a book. og það bók. And it is interesting that the scripture says then in chapter 5, verse 1, Og það stendur í upphafi 5. kapla that book had seals. að bókin var innsigluð, 7 innsiglum, 7 seals. 7 innsigli. And then there was a call for somebody to open up the seals. Og svo beðið einhver til þess að rjúfa innsiglin. And no one seemed to be able to open the seals. Og enginn virtist treysta sér til þess. And then it says that an announcement was made to John. En svo Jóhannesi sagt, Don't weep, að gráta ekki, for there is somebody who can open the seals. því að það einhver sem að getur opnað innsiglin. And that rofið one, innsiglin. and so John looked, Og Jóhannes, hann leit upp, and it says in verse 5, og í 5. versi segir hann, the Lion of the tribe of Judah, the root of David, hath prevailed to open the book and to loose the 7 seals. Sjá sigrað hefur ljónið af Júda ættkvísl, rótarkvistur Davíðs. Hann getur opið upp bókinni og rofið innsigli hennar 7. And that was good news. Og þetta góðar fréttir. And then as John looked to see the lion, Og þegar Jóhannes að fylgjast með ljóninu, he sees a lamb þá sér hann lamb as it had been slain. sem virtist hafa verið slátrað. And that lamb, of course, is who? Og þetta lamb augljóslega hver? Jesus. Jesús. So the throne room, the Father's on the throne room, Og faðirinn þarna í hásætinu, 24 elders, 24 öldungar, a book with 7 seals, bók með 7 innsiglum, and the only one that could open it is the Lion of the tribe of Judah, which is the lamb. og sá eini sem að getur opnað þetta, það ljónið af Júda, lambið. And so the lamb and the lion are symbols of Christ. Svo
ljónið og lambið tákna bæði Krist. Then the opportunity comes to open the seals. Og svo komið að því að opna eða rjúfa innsiglin And so the seals begin to be open og það hefst þarna. by the one who is proclaimed to open them. Og sá sem kallaður til, hann fer að opna innsiglin. And it says that the Lamb then took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. Lambið kom og tók við bókinni úr hægri hendi hans í hásætinu satt. And so we begin to look at these seals. Og þá förum við að skoða innsiglin. The seven seals, the opening of the seven seals, Þetta rof á þessum 7 innsiglum was obviously something very, very important because John wept that they could not be opened. eitthvað sem að hlýtur að skipta mjög miklu máli því að Jóhannes grét þegar hann hélt að væri ekki hægt að opna þau. He recognized that it had to do with Christ and his people. Hann gerði sig grein fyrir þetta hlyti að snúast Krist og fólk hans. And so the seven seals Og þannig að innsiglin 7 covers the future history of Christ's church. Þau hafa með að gera framtíð kirkju Krists. There are actually seven seals, Það voru 7 innsigli and there are seven trumpets, og það eru 7 trompetar and seven churches, eða lúðrar og 7 and 7 what? Já, og 7 söfnuðir. So chapter 2 and 3 cover the seven churches, Og annar og þriði kaflinn fjalla söfnuðina 7. but it reveals the internal condition of the church. En þessi kafla lýsa innra ástandi þessara safnaða. And those things that were from within the church that affected the believers. Og það sem að svona innan hópana sem að hafa áhrif á hina trúuðu. The seven seals has to do with the external factors that affect God's people. En innsigling 7, þau fjalla ytri þætti sem hafa áhrif á fólk Guðs. And the seven trumpets reveal the political and military factors that would have an impact on God's church. Og lúðrarnir 7 að þeir tala svona stjórnmálalega og hernaðarlega þætti sem að hafa áhrif á kristna trú. So in symbolic language then, Svo í þessu táknmáli we open the seven seals. Að þá það með þessu táknmáli sem við opnum þessi 7 innsigli. John saw 4 horses streaming across space. Og Jóhannes sá 4 hesta sem að svona fóru yfir himinhvolfið. It must have been quite a vision. Þetta hlýtur að hafa verið alveg stórfengleg sjón. And it turns out that those 4 horsemen actually reveal the future of the Christianity. Og reiðmenn þessara hesta að þeir eru tákn framtíð kristninnar. For you see, the 4 Gospels speak about what happened when Christ came. Guðspjöllin 4 fjalla veru Krists hér á jörðu. The book of Acts talks about what happens to the apostles as they carry the message of Christ. Postulasagan fjallar postulana auðvitað og hvernig þeim gekk að boða boðskapinn. But we know that that was not the end of the gospel because now we also have the other books that are written concerning what the apostles had to go through. En sögunni lýkur ekki þar því að svo höfum við hinritin sem að lýsa því sem að postularnir þurftu að upplifa. And then the book of Revelation reveals the sequence of events that took place all the way up to the coming of Christ from the time of Christ. En svo kemur Åpenbarunarbókin og hún lýsir málum sem að, og þróun mála frá tíma Krists og þangað til að hann kemur aftur. So the counsel is, write the things which thou hast seen, Rita nú það þú sérð, the things which are, bæði það sem að and the things which shall be hereafter.
og það sem verður eftir þetta. This verse is very important because there are people today who are trying to take these churches or seals or trumpets and start them in our day and going into the future. Því þetta svolítið mikilvægt sem stendur hér í þessu versi, því að það fólk í dag sem reynir að túlka þetta allt saman upp á framtíðina héðan í frá. But you can't do that. En það ekki hægt. Oh, you can, but you're not supposed to. Já, þú náttúrulega getur gert það, en þú átt ekki að gera það. Because it tells us that we need to start the prophecies from the time of John. Þetta sýnir okkur að við þurfum að skoða þessa spádóma frá og með tíma Jóhannesar. Because it says the things which are. Því að stendur þarna það sem John was living in the time of Rome. Jóhannes var uppi á tíma Rómverja. All the apostles were dead and John was the only one still alive. Postularnir voru allir látnir og Jóhannes einn eftir. Christ had died, resurrected, and had gone to heaven. Kristur hafði dáið, risið upp og farið til himins. And the question was, what would happen to the Church of Christ? Og spurningi var auðvitað, hvað verður kirkju Krists? And there's nothing more important to God on earth than His church. Og ekkert Guði mikilvægara heldur en kirkja hans á jörðu. Because His church is to be the foundation and ground of the truth. Því að kirkja hans á að vera undirstaða og grundvöllur sannleikans. So the gospel had to continue on. Svo fagnaðarerindið varð að halda áfram. But it started during the times of John's day. En það hófst á tíma Jóhannesar. So now we start at the time of John. Og núna byrjum við á tíma Jóhannesar. We look at the first seal. Og skoðum fyrsta innsiglið. You have your Bibles open? Og þeir eru með biblíurnar opnar. The first seal then is introduced now as being open and something coming out. Og fyrsta innsiglið þarna opnað og eitthvað kemur út. And so when the first seal is open, og þegar fyrsta innsiglið opnað, John sees a white horse. Þá sér hann hvítan hest. And one who's sitting on the horse Og sá sem situr á hestinum has a bow, hélt á boga a crown, og honum var fengin kóróna and he went forth conquering and to conquer. og hann fór út sigrandi og til þess að sigra. Here is revealed the reality that even though Jesus died, that his gospel did not end, but rather became powerful and went on to conquer. Og hér sjáum við að þrátt fyrir dauða Krists að þá leið fagnaðarindir ekki undir lok, heldur fór það út sigrandi til að sigra. Those 12 men and the other disciples Þessi 12 menn og aðrir lærisveinar did in their day that which we haven't been able to do with all of our technology. gerðu eitthvað sem að við í dag höfum ekki geta gert með allri þeirri tækni sem við höfum aðgang að. Because it says that by the time that Paul was preaching, that even there were believers in Caesar's palace. Og það sagt frá því að þegar Páll var að predika, að þá voru jafnvel trúaðir í sölum keisarans. It's amazing. Þetta var algjörlega magnað. Even St. Thomas, the doubting Thomas, Jafnvel Tómas, we understand from history that he actually migrated all the way to India. að hann fór alla leið til Indlands, hinn sami Tómas. Did you know that? Vissu við það? Some of you know that, some of you didn't know that. Sum ykkar vissu þetta. So the Apostle Thomas actually planted the gospel in India. Tómas postuli, hann flutti fagnaðarerindið og kom því á legg. And so Í it Indlandi, represents the church as a white church. Og þarna kirkjan hvít. The reason for that is that it was pure. Og það táknar hreinleika kirkjunar í The upphafi. gospel was without
taint or without color. It was pure white. Fagnaðarerindi var ómengað. And because it was pure gospel, Og vegna þess að það var það, it had power. að þá var það máttugt. And because of that, the known world was reached. Og vegna þess að þá náði það til þess heims, þekkta heims. So it was a powerful, pure faith that began in AD 31 with Jesus, of course, and it continued to about 100 AD. Já, þetta var máttug og hrein trú sem að kemst á legg þarna 31 eftir Krist og til það bil 100 eftir Krist. It was a powerful movement Og þetta var mjög sterk hreyfing because it was a pure movement. því að hún var hrein. And then God could bless it as a pure movement. Og þannig gat Guð blessa þessa hreyfingu því hún var hrein. But then something would happen to the church. En svo gerðist eitthvað, kom eitthvað It fyrir would change color. og kirkjan breytti lit. And the color then, when the second seal is open, is a red horse. Og við sjáum að nú hesturinn orðinn rauður þegar annað innsiglið rofið. So ladies, if white represents purity, correct? That's why brides wear what color? Og sem sagt að ef að hvítt táknar hreinleika eins og brúðir gera, þær eru í hvítu. At the wedding, what do the ladies wear at the wedding? Og í hverju eru konurnar við brúðkaup? Do you wear white in Iceland? Hvítt liturinn hérna? For the bride, you mean? Any of you have been married? Engin ykkar gengið í hjónaband? But you're not the bride. En þú ert ekki. You say, yeah, yes, it's me. Yeah. But I'm asking the ladies. Ég að tala við konurnar. What did you wear when you got married? Í hverju voruð þið þegar þið Purple? giftust? Black? Svörtu eða fjólubláu? Come on, ladies, what did you wear? Þið voruð í hvítu, já. White. Why white? Af hverju hvítt? Because white represents purity. Táknar hreinleika. That's why. So the church was a pure church, a pure faith. Kirkjan var hrein trú. But the second one was turned to red. En annar hesturinn, eða sem sagt, já, hann rauður. And this particular one, power is given to him that sat thereon to take peace from the earth. Og honum var gefið vald til að taka burt friðin af jörðinni. That's interesting because the gospel of Christ is considered to be the gospel of peace. Og þetta svolítið áhugavert því að fagnaðarerindi Krists álitið vera fríðarbóðskapur. But it shows here that this particular horse in red takes the peace from the earth, and they should kill one another, and there was given unto him a great sword. En þessi rauði hestur, hann tekur burt fríðin á jörðinni til þess að menn brytjuðu hverjir aðra niður. Now, some people translate this as the period of Nero and Diocletian when Rome slaughtered Christians. Sumir túlka þetta sem tímabilið þegar Nero og fleiri voru við völd og slátruðu kristnum unnvörpum. And while I respect their opinion, I don't agree with it. Og þó ég virði þeirra skoðanir, þá ég ekki sammála. Because it doesn't say that the sword is against the church, it says that the church is carrying the sword. Því að það segir ekki að sverðið sé á móti kirkjunni, heldur það kirkjan sem með sverðið. So what's happening? Hvað að gera? As the church began to conquer the world, Þegar kirkjan hóf að sigra heiminn, it became the church of the empire, or the religion of the empire. að þá varð kirkjan smám saman trúarbrögð keisaraveldisins. By this time, Constantine was the emperor. Og nú Konstantín orðinn keisari. And there's a legend that says that Constantine's mother became a Christian. Og það saga það að móðir hans hafi orðið kristinn. And she began to use her influence to change pagan temples into Christian churches. Og hún á að hafa beitt
sínum áhrifum til þess að breyta heiðnum hofum og musterum í kristnar kirkjur. And then the story says that Constantine had a dream and a vision that he saw a cross. Og svo segir sagan að Konstantín hafi fengið sýn þar sem að hann sá kross And that converted him. og að þetta hafi snúið honum. And then he made sure that all his army began to use the banner of the cross. Og að eftir það þá hafi allir herir hans þurft að bera krossmerki. And so then he began to march his armies through the river. Through the river. Through the river. Já, og hann fór þá með herinn yfir á eða fljót On one side there were pagans. og að öðru megin voru heiðnir And as they marched through the river, og þegar þeir fóru þarna yfir fljótið the priest would say baptizo. að þá sagði presturinn, baptísó, eða sem skýrn. So as they walked through the river, on one side they were pagan, and when they came out on the other side they were Christians. Já, og svo öðru megin með ána, þá voru þeir allir heiðnir, gengu svo í gegnum, eða yfir ána, eða fljótið, og vegna þess sem presturinn gerði þarna, þá voru þeir allir orðnir kristnir, skýrðir, þegar þeir komu upp hinum megin. Question, is that how you become a Christian? Það þannig sem við verðum kristinn? No. So what happened was that Constantine then brought in the pagans into the Christian faith. Og það sem gerðist þarna að Konstantín, hann sópaði inn hinum heiðnu, inn í hina kristnu kirkju And then to make them feel comfortable, og til þess að láta þeim líða þokkalega, they began to take the statues of these pagan gods þá tóku þeir styttur hina heiðnu guða and give them Christian names. og stytturnar fengu svo kristin nöfn. So now you had the Jupiter Og núna var Júpiter þarna, that became Peter. hann var Pétur. Is that how a pagan becomes a Christian, by changing the name? Það þannig sem að heiðingi verður kristinn bara með því að skipta nafn? Then they began to add other pagan practices. Og svo komu fleiri svona athafnir heiðnar inn í kristnina I'm sure that since Iceland is primarily Lutheran, og það sem að Ísland aðalega svona lúterstrúar they practice something called Easter. að þá örugglega páskar hérna haldnir. How many of you agree with me? Well, Do the that's like Icelandic it. people practice Easter? Að páskar haldnir hér. Yes, okay. So with Easter then comes the bunny and the egg. Og svo hafa bæst við sem sagt hérna kanina eða hérinn og eggin. One time I asked the lady, I said, why do they have the bunny and the egg? Og ég spurði konu einhverjum, af hverju kanina og egg hérna? She said, I don't know, there must have been a little rabbit at the foot of the cross. Og hún sagði, ég veit ekki, það hlýtur að hafa verið kanina sem var við krossin, sko. So they added it to the celebration of Easter. Svo þetta bættist við páskahaldið. But in reality, they were pagan symbols. En þetta voru heiðin tákn. The rabbit multiplies fast, Kaninan, hún fjölgar sig geysilega hratt and the egg is a symbol of fertility. og eggið táknar frjósemi And Easter was the time of actually the goddess Ishtar. og páskarnið, eða á enskunni Easter, þetta var fagnaðartími Asterar þá hérna. And so Gyðju. so then they changed the name and baptized that practice. Og þannig breyttu þeir nöfnum og fóru að skýra. But there was a problem. En eitt vandamál var þarna. The Bible was alive those days. Biblían var lifandi And the Christians who believed in the Bible og þeir kristni sem að trúðu Biblíunni became more and more a minority. urðu sífellt mikil minni hluti. And the pagans became the majority in the church. Og heiðingarnir innan kirkjunar, þeir urðu meiri hluti. So what happened?
Og hvað gerist þá? The church began to persecute the people who would not change in harmony with the majority. Og málið það að þá fór kirkjan að ofsækja þá sem að ekki vildu aðlagast hinum heiðna meirihluta. And the persecution went all the way to not just persecution, but to slaughter. En ofsóknirnar urðu ekki bara ofsóknir, heldur leiddu þær til slátrunar líka. So the church then began to use the sword to force people to have to believe or else. Svo kirkjan hóf að nota sverðið til þess að hræða fólk til trúar. That's why it has the horse red. Og þess vegna þessi hestur rauður. The horse, the rider, the church became the persecutor and used the sword to force others to yield. Hesturinn og reiðmaðurinn, þetta urðu ofsækjendur og notuðu sverðið til að stýra fólki. I was in Switzerland, Ég var í Sviss and I was waiting I was the next in line to get my boarding pass. og ég var annar í röðinni til að fá hérna brottfararspjald. And it was taking a long time. Og þetta tók allt svo langan tíma. And all of a sudden I heard somebody behind me saying, Og loks heyrði ég einhvern fyrir aftan mig segja, "We're on the wrong line." við erum í rangri röð. And I knew it was an American. Og ég vissi að þetta væri Amerikani. So I turned around. Ég sneri mig við. I said, "We're on the right line. We're just here at the wrong time." Ég spurði, hvar ranga röðin? Við erum bara hérna á röngum tíma. And he got out of line and came up behind me. Og hann fór úr röðinni, þarna fyrir aftan mig, og kom að mér. "And what do you do for a living?" he said. Og hvað gerir þú svo sem? Spurði hann mig. "Oh, I'm a minister," I said. Ég sagðist vera prestur. And he said, "You are the people that caused all the massacres in Europe through all those years." Og hann sagði, þið eru þeir sem að orsökuðu öll þessi fjöldamorð í Evrópu, öll þessi ár. I said, "You're right. Ég sagði, já, I'm glad you know history. og það gott að þú kannt söguna, sagði ég. It was the church that persecuted people through history." Það var kirkjan sem ofsótti fólk. And then he said to me, "Why are you people afraid of evolution?" Akkur eru þið fólk hrætt við þróunina, He was þróunarkenninguna. He was a scientist. Þetta var vísindamaður. "Why are you people afraid of evolution?" Akkur óttist þið þróunarkenninguna. And I said to him, "I'm not afraid of something that doesn't exist." Ég ekki hrættu við eitthvað sem ekki til. And he got mad. Og hann var Oh! And the lady said, "Next." og svo sagði konan við borðið næsti. I was so relieved. I went forward and got my boarding pass and disappeared. Og ég var bara fegin að losna hana og fekk brottfararspjaldið og svo var ég farin. So there are people who recognize that during the European times there was a great persecution by the church against people who didn't believe their way. Svo það fólk sem að þekki söguna nógu vel til þess að vita að það var kirkjan sem að ofsótti fólk sem að það áleita tryði ekki rétt. So the faithful had to leave. Svo að þeir trúuðu, þeir urðu hreinlega að hverfa á brott. And the church became corrupt. Og kirkjan spiltist. And that's why a lot of people have a distaste for religion, because they know history and know that it was the church that did so many atrocious things against people. Þess vegna svo margt fólk sem að hefur mikla andúð á trúmálum og kirkjunni vegna þeir vita að það var kirkjan sem að svo hroðalega sek. A red-stained faith. Rauðlituð trú. Bloodshed. Blóðsúthellingar. Well, the church is going which way, up or down? Kirkjan hérna að fara upp eða niður? Down. And so the next vision is the third seal opens. Svo næsta innsiglið þriðja innsiglið. And the church goes from white to red to black. Og þarna kirkjan búin að breytast úr hvítri kirkju í rauða og svo í svarta. And this represents
the pair of balances in his hand og þarna þarna reiðmaðurinn með vogarskálar í hendi sér represents commercialism. og þetta táknar svona viðskiptaleg mál. And I heard a voice in the midst of the four beasts saying, a measure of wheat for a penny, and 3 measures of barley for a penny, and see thou hurt not the oil and the wine. Og ég heyrði rödd koma frá verunum 4 sagði, mælir hveitis fyrir daglaun og 3 mælar byggs fyrir daglaun, en eigi skalt þú spilla olíinu og víninu. Black represents darkness. Og svart táknar náttúrulega myrkur. When a church decides to use force to force people, Þegar kirkjan ákveður að nota vald til þess að stýra fólki, it has lost the power of the gospel. þá hefur kirkjan gjörsamlega glatað mætti fagnaðarerindisins. And then the tendency then is to persecute, Og þá tilhneigingin til þess að fara að ofsækja. which means that the church goes into darkness. Og þá kirkjan komin bara inn í myrkur. And the commercialism that was taking place Og þessi viðskipti sem að voru hafin þarna, was that you could buy or sell religion. táknar það að þú gast keypt og selt trúna. The bishops and archbishops got their position for the highest bidder. Og prestar eða sem biskupar og slíkir menn, að þeir fengu stöður sína bara fyrir hæsta verð. And so, from black, then it went to Og svo frá því að vera svartur hestur, þá fór það yfir í a pale. bleikan hest. Notice it says the fourth seal is open, Já, lambið rauf fjórða innsiglið, and now it is a pale horse. og nú hesturinn orðinn bleikur. And his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Og sá að honum sat hér dauði og hel var í för með honum. And by the way, the word hell here is the grave. Og orðið hel sem sett hérna sem hel, að það táknar gröf. In other words, if you die, where do you go? Þegar þú deyr þá ferðu hvert? To the grave. Í gröfina. It's just in those days, when the Bible was translated, they thought the word hell meant a burning place, but it's actually the grave. Og þegar þetta var þýtt hérna á fyrri tímum, að þá héldu menn að þetta táknaði logandi helvíti, en þetta táknar í raun og veru bara gröfina. And I'll be discussing that later on. Og ég skoða það betur síðar. Now, when you think of somebody pale, what does that mean? Og þegar við skoðum bleika litin, hvað kemur upp í hugan? What color is a person who's dead? Hvernig lík á litin? Pale. Já, það kallað sem sagt bleikt eða pale á enskunni. The color of red changes. Liturinn breytist. So now it's a dead faith. No longer is this faith representing the love and the power of Christ. Já, nú þetta orðin dauða trú. Þetta ekki lengur trú sem að upphefur kærleika og dauða Krists. And the dead faith had no power to change people. Og þessi dauða trú, hún hafði engan mátt til þess að umbreyta fólki. And so they became very, very, very intended to force everybody. Og svo þess að hlutinni snerust það að þvinga fólk. And that's where Iceland comes into history. Og þar kemur Ísland inn í málið. The persecution was so fierce Ofsóknirnar voru svo miklar that the true believers fled Europe and came to Iceland. Að hinnir sanntrúðu þeir flýðu frá Evrópu og komu til Íslands. And from Iceland, many people left from here and went to America. Og svo frá Íslandi til Bandaríkjanna fóru margir. Did you know that? Vissu þið þetta? Yes or no? It was the land of Jesus in those days. Á þessum tímum var þetta Jesúland.
The people who came here found freedom from two things. Fólki sem kom hingað, það hérna öðlaðist fríð frá tvennu. Religious freedom Það fékk hérna trúarfrelsi, and civil freedom. og borgaralegt frelsi. They were able to be delivered from a pope and a king. Og það hlaut frelsi frá páfa og frá konungi. And so the church then is, spiritually speaking, dead. Svo að kirkjan, hún orðin dauð, andlega séð. Isn't it sad? It begins white, Og þetta dálítið dapurlegt. Hún byrjar sem hvít, red, verður rauð, black, svört pale. og svo bleik. And it was during this time now, we're now into the 1700s, Og nú erum við komin inn í svona 18. öldina the Reformation had already started in the 1400s, og siðbótin hafði svona byrjað á 15. öld and something began to change, og ýmislegt fór að breytast. but not without many people dying. En ekki án þess að margir mistu líf sitt. And so when he had opened the fifth seal, I saw under the altar the souls of them that were slain for the word of God. Já, þegar lambið rauð 5. innsigli sá ég undir altarinu sálir þeirra manna sem drepnir höfðu verið, sakir Guðs orðs. So notice then that it says under the altar. Og það talað undir altarinu. Where was the altar? Og hvar var altarið? In City Hall? Var það hérna í stjórnaráðinu? Where's the altar? Hvar In the altarið? church. Það í kirkjunni. People lost their lives because they did not yield to the church. Og fólk það misti líf sitt vegna þess að það gaf sig ekki á vald kirkjunni. I remember a story about a little girl Ég man eftir sögu stúlku, litla stúlku who her parents had taught how to say the Lord's Prayer in English. sem hafði kent dóttur sinni að segja fadir vorið á ensku. And when the priest heard the little girl saying the Lord's Prayer in English, Og þegar presturinn heyrði dóttur sinni að segja fadir vorið á ensku, they brought the parents to trial. þá voru foreldrarnir, þeir voru bara sendir fyrir rétt. And because they had taught the little girl how to desecrate the holy word of God by saying it in English, Og vegna þess að þessir foreldrar höfðu kent dóttur sinni að vanhelga orð Guðs og segja fadir vorið á ensku, they burned the parents at the stake. voru foreldrarnir brendir á báli. It was a terrible time. Þetta voru hræðilegir tímar. And that's why God is revealing the decadence or the decaying of spirituality into just religion. Og þarna Guð að lýsa í raun og veru hnignuninni og úrkynjuninni sem að verður þarna í trúmálum. And so the language here is symbolic. Og þetta náttúrulega táknmál hérna allt saman. It says they cried with a loud voice saying, "How long, O Lord, holy and true, dost thou now judge and avenge our blood on them that dwell in the earth?" Og þeir hrópuðu hárri röddu og sögðu hversu lengi skal bíða þess þú alvaldur, heilagur og sannur, að þú dæmir og hefnir blóðsvors á íbúum jarðar. This is not language of some people who have died who are still under the altar and crying out. Þetta ekki raddir fólk sem að þegar dáið og liggur þarna undir altarinu. This is the same kind of language that the Lord used. Þetta sama mál og Drottinn notar. Let me show you what happened when Cain killed Abel. Og sjáum hvað gerðist þegar Kain drap Abel. Notice what God said to Abel. Og sjáum Cain, hvað to Drottinn Cain. sagði. Hvað hefurðu gert? What hast thou done? Hvað hefurðu gert? The voice of thy brother's blood crieth unto me from the ground. Blóð Abels, bróður þíns, hrópar til mín af jörðinni. What does that language suggest? Og hvað gefur þetta í skyn? That the blood cries out? Að blóðið hrópi?
Does blood have a voice? blóð með rödd? Yes or no? No. This is crying out for justice. En þarna verið að hrópa eftir réttlæti. There were many, many millions of innocent people who died for the crime of heresy. Og það voru milljónir og milljónir sem að mistu líf sitt vegna svokallarar villutrú, já, vegna And villutrú. as their blood was spilled, it was as if though they're crying out to God, how long will you allow this to continue? Og þegar blóð þeirra rann, þá var eins og að blóðið hrópaði til Guðs. But the, Hver script- lengi? but the scripture says that while people on earth saw them as vile, heaven saw them as being clothed in fine linen, white. En þegar fólk sá þessa trúuðu sem eitthvað viðurstyggilegt, að þá er okkur sagt að híminin sá það öðruvísi. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. And there you have the white representing the righteousness of saints. Línklæðið dygðir heilagra. Well, let's continue on because time is fleeing. En við þurfum að drífa okkur And we go to the next seal. og næsta innsigli. And this seal then is actually signaled as taking place with a large earthquake. Og þetta næsta innsigli að það eiginlega byrjar þarna með miklum jarðskjálfta. So what did happen? Og hvað gerðist eiginlega? The history reveals that the stars would fall from heaven, Stjörnurnar áttu að hrynja af himni, that there would be an earthquake, jarðskjálfti, that the sun would not shine and the day become black, sólin myndi missa, sem sagt, myndi hætta að skína so this seal is actually dated. og þetta innsigli, það bara með ártal á sér. In November 1, 1755, 1. nóvember 1755, an earthquake hit in Lisbon, being the center of the epicenter. að þá var geysilegur jarðskjálfti þar sem að miðjan var í Lissabon. But that earthquake was so strong that it affected even little Iceland. En þessi jarðskjálfti var svo sterkur að hann hafði áhrif á geisla stóru svæði meðal annars á Íslandi. Thousands of people died in Portugal. Þúsundir létust í Portugal. Tsunami came. Flóðbylgja kom svo People ran to the churches to find shelter, og fólkið það streymdi í kirkjuna til but þess they were að buried with the bricks and stones that fell from the church. það sem að það í raun og veru var jarðað af byggingunum sem að hrundu. And people believed that the end of the world had come. Og fólkið hélt bara að heimsendir væri komin. And so a huge earthquake actually struck that part of the world. Já, geysilega sterkur jarðskjálfti sem sagt átti sér stað þarna. And then a few years later, the sun actually became dark. Og nokkrum árum síðar þá varð sólin eins og blóð. In midday, Miðjan dag, the cows went back to the barns, the chickens went back to the barns, and people thought again it was the end of the world. þá bara fóru dýrin inn í búrin sín og kýrnar inn í fjósin og fólki hélt að heimsendir væri komin. All of a sudden, this darkness came over the earth, Og myrkur huldi jörðina allt í einu. and people beat their chests. Og fólki barði sér á brjóst. And where do you think they went to? Og hvert skildi fólki hafa farið? To the churches. Til kirkju. Isn't that true? Er það ekki? When people are so afraid, Þegar fólk skelfist, they go to find God. þá fer það að leita Guðs. That's why in the military, when I was in the army, Þess vegna það að í hernum sem ég var í einu sinni, there was a saying, að þá var sagt, there are no foxhole atheists. já, að það eru engir guðleysingjar
þegar þeir eru í skotgröfunum. Do you know what I mean by that? Og þið skiljið hvað er meint með þessu. You know what a foxhole is. Þið viti hvað það sem kallað er foxhole, þetta eru svona bara litlar hólur í raun og veru It's skotgrafir. just a shallow hole that you have to dig with your own shovel as a soldier and try to hide in there. Grunn hóla sem að hermennir þurftu sjálfur að moka með lítildi skóflu og koma sér ofan í. And so, people thought it was the end. Svo fólk hélt að endirinn væri kominn. Then the next thing that happened was the falling of the stars. Og svo er það stjörnurhapið sem að gerist næst. Now, think about this, folks. Og ímyndið ykkur þetta, Do stars fall? falla stjörnur, Yes or tapa no? stjörnur, The nearest star to you is the sun. næsta stjarna við þig er sólin. Does the sun fall? Fellur sólin, hrapar sólin? No. Nei, This is not a language suggesting that all the stars of heaven are falling, but this is suggesting that there is something called shooting stars. þetta er ekki eitthvað sem að bókstaflega tákna það að stjörnur hrynji, heldur er verið að So tala in- það sem in- við köllum stjörnurhrap. In 1833 then, 1833, there began to be a shower of shooting stars. þá fóru þessi loftsteinar að skella á gufuhvolfinu, sem sagt stjörnurhrap, And an eyewitness says og einhver sem að sá þetta segir, that they began to fall about an hour before midnight. já, stjörnurhrapið byrjaði svona klukkustund fyrir miðnætti And then it says that they kept on falling, og Like a þetta shower. hélt áfram. and it says they could no more be counted than one can count the fast falling flakes of snow in a hard storm. Og þetta var svo mikið og fjöldin var slíkur að það var ekki hægt að telja stjörnurhröpin frekar heldur en að þú getur talið fallandi snjókorn. That must have been terribly frightening. Þetta hlýtur að hafa verið ógnvekjandi. Yes or no? Yeah, it must have been terribly frightening. Alveg örugglega. And again, people thought that it was the end of the world. Og enn og aftur þá hélt fólk að heimsendir væri bara komin. And today, Og í dag that end of the world is a phrase that many people are thinking about. að þá eru margir einmitt að hugsa þetta, bara endi veraldar. I was in Thailand, Ég var í Tælandi, and the Buddhists, in the what? Já, þetta eru búddistar þar. were asking me, Já, búddistar þar spurðu mig, what do you know about the end of the world? hvað veist þú heimsendi? I was in Cuba, Ég var á Kúbu and the taxi driver was driving us. og leigubílstjórinn hérna var að aka okkur She was quiet. og she was quiet. She was Já, quiet. og hún var hljóð, hún sagði ekkert, She didn't talk to us talaði ekki við okkur, until the radio didn't work anymore. ekki fyrir en að útvarpið bílaði. When she knew that we were out of range of the radio, Já, það er að segja talstöðin, þannig að talstöðin var hætt að virka og hún var komin úr sambandi, then she asked me the question, þá spurði hún mig, what do you know about the end of the world? hvað veistu endi veraldar? A communist Kommunisti asking me, að spyrja mig, what do you know hvað veist þú about the end of the world? endi veraldar? That is in the minds of many people. Það eru margir sem eru að hugsa þetta. But listen, Jesus himself said Og Jesús sjálfur sagði that after the tribulation, að á þeim dögum eftir þrenging þessa, what we call the dark ages of Europe, það er að segja þessa dimmu aldir, myrku aldir Evrópu, when the dark ages would end, it would be marked by these heavenly phenomena. að þá myndu þessi himnesku eða himintátt eiga sér stað. And so then we go to verse 14. Og við kíkjum á 14. versið And verse 14 says, í Ópenbarunarbókinni 6. then the heavens departed as a scroll,
Og himinin sviftist burt eins og þegar bókfell vefst saman. And every mountain and island were moved out of their places. Og hvert fjall og ei færðist úr stað sínum. Question, Nú spurning, has that happened yet? hefur þetta gerst? Yes or no? No. Ekki Which alveg. means then, folks, that you and I are living between verse 13 and 14 of the book of Og Revelation það chapter táknar 6. í raun og veru að við erum uppi núna á tímabilinu milli 13. og 14. vers. We know that verse 13 has already been accomplished. Við vitum að 13. versið hefur ræst. But what remains is for the heavens actually to tear apart and the islands disappear and the mountains disappear. It's going to be a tremendous catastrophic event on En this þetta planet. á eftir að uppfyllast, sem sagt, þar sem að himinin sviftist burt og hvert fjall og ei færist úr stað sínum. If you think that your volcano is exciting, wait until this happens. Já, og ef þið álitið hérna Fagradalsfjallið hérna spennandi núna þessa dagana, bíðið bara eftir þessu hérna. That's why the cry is made by the people who see the coming of Christ. Þess vegna það að fólkið hrópar sem að sér endurkomu Krists. So when Christ comes, Að þegar Kristur kemur, these things that we have just mentioned, the earthquake and the mountains disappearing and all that will be taking place at that time. að þá þetta allt saman á fullu sem við erum búin að vera að tala jarðskjálftarnir og allt það. And those who are not prepared or don't believe will see that. Og þeir sem ekki eru reiðubúnir fyrir komu Krists, þeir munu sjá þetta allt saman. And then it says that the kings of the earth and the great man and the rich and the chief captains and the mighty man and every bondman and free man hid themselves in the dens and in the rocks of the mountains. Og í 15. versið, konungar jarðarinnar, höfðingjar og herfóringjar, auðmenn og mektarmenn, hver þræll og þegn fólu sig í hellum og í hömrum fjalla. And what do they say? Og hvað segja þeir? Fall on us. Hrynjið yfir oss, Hide us from the face of him felið oss fyrir ásjónu hans, that sits on the throne sem í hásætunu situr, and from the wrath of the Lamb. og fyrir reiði lambsins. Yes, there's no question. Það ekki nokkur vafi And Revelation chapter 6 brings us through those seals up to our time. að sjötti kapli Ópenberunarbókarinnar And that we're living, rýfur innsiglin og fer með okkur að okkar tíma. and that we're living between verse 13 and 14. Og við erum uppi á milli 13. og 14. vers. So the next great event that will take place Og hinn næsti stóri atburður, besides the earth convulsing, fyrir utan það að jörðin öll að engja sundur og saman, will be the second coming of Christ. verður endurkoma Krists. And that will be a wonderful day. Og það verður dásamdar dagur. How many of you are praying that Jesus will return? Hve mörg ykkar biðjið þess að Kristur komi aftur? I know it gets frightening for some people Ég veit að þetta vekur ótta hjá sumum, because the first question that comes to the mind is what these people are saying. því að það sem fyrsta sem kemur í huga margra það sem að þetta fólk segir. Yes, what are they saying? Hvað segir fólkið? For the great day of his wrath is come, and who shall be able to stand? Já, hinn mikli dagur komin og hver mun þá geta staðist? So now we are at the end. Og nú erum við komin að endalokunum To the person who doesn't believe, it's frightening. og fyrir hinn vantrúða að þá vekur þetta ótta. To the person who believes, En fyrir hinn trúaða it's a joyous event. að þá þetta í raun og veru fagnaðar efni. Now listen, Og takið eftir, being ready to God is an important matter. það skiptir Guð miklu máli að við séum tilbúin. But it is not enough to be religious. En það ekki nóg að vera bara trúrækin. We must be spiritual. Við verðum líka að vera andleg. Do you understand? Skiljið munin á þessu. Well, let me explain it this way. Og ég ætla að útskýra þetta með þessu. I had an uncle. Ég átti frænda, Actually, he was the uncle-in-law.
Já, hann var eiginlega svona á ská, frændi minn á ská. He was my aunt's husband. Já, hann var hérna eiginmaður frænku minnar. And he was very devout. Og hann var mjög svona trúhneigður eða, já, He was Catholic. kaþólskur. And every Sunday we saw him go to church. Á hverjum sunnudegi gekk hann til kirkju. And as soon as you go to church, there's the holy water, you take and you cross yourself. Og þegar þú gengur í kaþólsku kirkju þá hérna heilaga vatnið og þú tekur það og þú drýpur því á enni þér. And then when you go into church, you kneel down and you cross yourself. Og svo þegar þú ferð inn í kirkjuna þá krýpurðu og þú krossar þig. Then you get into the pew and then you cross yourself and kneel down. Og svo ferðu inn í sætið inn í bekkin og þar krossar þig og krýpur. And then when the priest began to pass out the communion, he would go up with his hands and his head bowed. Og þegar presturinn hóf að deila út hérna náðarmeðalunum þá kraup hann og setti hendurna saman. And I would watch him open up his mouth, Og ég horfði á hann opna munnin and the wafer was put in his mouth. og hann fékk oflátuna upp í sig And he'd come back with his head bowed, og svo kom hann aftur and he would kneel down again in the pew, og kraup aftur and then he would leave church. And before he left church, he'd bow down again and og hóf svo að yfirgefa kirkjuna og kraup aftur áður en hann fór út úr henni. as a child, I saw that every Sunday. Sem barn þá sá ég þetta gerast hvert einasta sunnudag. But there was a problem. En það var eitthvað ekki í lagi. He was a very, very hard man. Hann var mjög harður. He had a business, Hann átti fyrirtæki, grocery store, já þetta var verslun and my aunt og frænka mín, always felt sorry for us boys hún vorkenndi okkur strákunum alltaf. because my mother was raising 6 boys by herself. Því að mamma, hún var að ala upp 6 stráka og það ein. And sometimes we would go to the store hoping that they would give us something. Og stundum fórum við í búðina, þetta var matvöruverslun sem maðurinn átti, But he was og such a vonuðumst eftir bita. hard man En hann var svo harður that even if the fruit was going bad, að jafnvel þó að ávextirnir væru að skemmast, he would throw it away in the garbage rather than give it to us. þá henti hann þeim frekar í rustið heldur hann að gefa okkur hungruðum bræðrunum. And my auntie, who would see that, Og frænka mín, konan hans, sem að sá þetta gerast, would cry. hún grét. But on Sunday morning, En á sunnudagsmorgun, þá hann allur krossaður í bak og fyrir. you understand what I'm saying? Þú sjá hvað ég að fara? So one day, Og dag einn, a young girl, 13-year-old girl, came knocking at my auntie's door. að þá það 13 ára stúlka knýr dyra hjá frænku minni. And my auntie opened the door, Og hún opnar fyrir stúlkunni. and the young girl said, "Is my dad here?" Og stúlkan spyr, pabbi við? And my auntie said, "Young lady, you have the wrong address." Og frænka mín sagði við stúlkuna, hefðu nei, þú ert ekki á réttum stað. Well, she took a paper out and she said, looked at the number, and she said, "No, this is the right Hún address." athugaði miðan sinn og sagði, nei, ég á réttum stað. So my auntie said, "So who is your dad?" Og frænka mín spurði, hver þá pabbi þinn? Well, she said the name of my auntie's husband. Og hún sagði nafnið á manni frænku minnar. All this time, while he's kneeling down and crossing himself, Og öll þessi trúrækni, krossa sig og allt hitt, he's living in adultery. að þá lifir hann í raun og veru í synd. And finally, the woman got tired of hiding it. Og loksins var það að konan, hún gafst upp á því að vera í felur með þetta allt saman. And told the girl to go and live with Og hún sagði your father. stúlkunni, dóttur sinni, að fara og búa með pappa sínum. My auntie almost died. Og frænka mín, þetta næstu í reiðina fullu. She was devastated. Hún var gjörsamlega í rúst.
Later on, Síðar, we became Christians. þá urðum við kristin. Þetta fyrir þann tíma. The Word of God became precious to us. Og orð Guðs fór að skipta okkur máli. And we began to witness to my cousin. Og við fórum að vitna fyrir frænda mínum öðrum, sem sagt. And my uncle didn't want us to talk to his son. Og hinn frændi okkar, ég held að sé búðamaðurinn, hann vildi ekki að við verum að tala við drenginn. Why? Vegna hvers? We were bad boys. Við vorum vondir strákar. And his son was a very good boy. Og sonur hans var mjög góður strákur. So he didn't want us to pollute his son. Og við máttum ekki spilla syni hans. What he did not know, Það sem hann vissi ekki var það, and we did, en við vissum það, that my cousin was using a needle with heroin. að frændi minn var að sprauta sig. Hann var eiturlyfjaneytandi. So we began to go after my cousin. Svo við fórum að vinna í þessu máli með þennan frænda minn, unga. And finally, praise God, the gospel changed my cousin's heart. Og þökk sé Guði að fagnaðarerindið, það náði til og umbreytti þessum frænda He mín. got rid of his drugs, he got rid of all his bad habits. Hann losaði sig við eiturlyfin og allt annað. And he decided to change his religion. Og hann ákvað að skipta trú. That made my uncle mad. Þetta gerði frænda algjörlega brjálaðan. And he threatened us and said, I do not want to see you around my house again. Og hann sagði við okkur, ég vil ekki sjá ykkur framar hérna á mínu heimili. And so now we could not even go to see our auntie that we loved. Svo nú gátum við ekki einu sinni heimsótt frænku okkar sem að okkur þóttu svo vænt Finally, one day, my cousin, Svo gerist það dag einn að þessi yngri frændi minn, sonur hjónana, decided to talk to his father. ákvað að tala við pappa sinn. He was a very ruthless man. Og þessi maðurinn, þessi eldri frændi eða pappi stráksins And my var cousin, alveg svo harðsvíraður and my auntie and were frightened, very fearful of him. og fjölskylda hans var í stöðum ótta við pappan. But when my cousin saw how we were being treated, En þegar yngri frændi minn sá hvernig farið var með okkur, he said, Dad, I need to talk to you. sagði hann, pappi, ég vil fá að tala við þig aðeins. Please sit down. Sestu. Well, he said, I'm a man. You can talk to me while I'm standing. Og hann sagði, heyrðu, þú getur nú talað við mig standandi. No, Dad, you need to sit down. Nei, pappi, sestu. You tell me what you need to tell me. Segðu mér það sem þú ert að segja mér. No, Dad, you need to sit down. Nei, pappi, sestu. So he sat down. Og loksins settist hann. What's the matter? Hvað er að? What's wrong? Hvað er að? And my cousin began to cry. Og yngri frændi minn, sonur þessum hans, fór að gráta. He said, I was afraid to tell you for fear that you would kill me. Ég var hræddur við að segja þér það af ótta við að þú dræpir mig. But I cannot accept what you're doing to my cousins. En ég get ekki tekið því hvernig þú kemur fram við frændur mína. If it wasn't for them sharing with me the religion of the Bible, Ef að þeir hefðu ekki deilt með mér trúnni sem að kemur úr ritningunni, I would still be a drug addict. þá væri ég ennþá eiturlyfjaneytandi. And the father said, what? Og pappi sagði, hvað meinarðu? Yes, Dad. Jú, pappi, And then he showed the marks of the hann dróði needles. bermina og sýndi öll sprautuförin. If it wasn't for them, he said, Ef það væri ekki fyrir þá, I'd still be a lost man. þá væri ég enn glataður. And it bothers me Og það truflar mig mikið what you're doing to them. hvernig þú kemur fram við þá. My cousin said that my uncle almost had a heart attack. Og þessi frændi minn, ungi, hann sagði að pappin hefði næstu því fengið hjartaáfall. He became weak and he fell off the seat.
Hann bara lippaðist niður og hann datt á gólfið and began to weep. og hóf að gráta. And then he looked at my cousin and said, Svo leit hann á son sinn og sagði, if that religion can do that for you, ef að þessi trú getur gert þetta fyrir þig, then I need it too. þá þarf ég á þeirri sömu trú að halda. And that changed my uncle's life. Og þetta umbreytti algjörlega lífi þessa eldri frænda míns. He became spiritual. Hann varð andlega þenkjandi Do you understand the difference? og þið skiljið mismunin á þessu. Being religious and being spiritual. Að vera trúrækin og að vera trúaður. And then I had a problem with him. Og svo lenti ég í smá vanda með hann, When I would go to see him, að þegar ég fór að heimsækja hann, he would grab a hold of my children að þá greip hann í börnin mín and take them to the store og fór með þau niður í and búðina said, what do you want? og bara spurði þau hvað þau Here, vildu fá take sér. this. Fáið ykkur, Here, take this. fáið þau þetta og þetta og þetta. And I would have, uncle, please. Heyrðu frændi, hættu, gerðu það hættu. And then he said, doesn't that belong to me? Og hann sagði þá, heyrðu, á ég þetta ekki sem er í hillunum minna? Yes. Jú, Then I can do whatever I want to, yes? ég ræð þá hvað ég geri við þetta. Here, take this, take this. Fáið ykkur þetta og fáið ykkur þetta og fáið ykkur. Completely changed man by the gospel of Christ. Þessi maður, hann gjörsamlega gjörbreyttist vegna fagnaðarerindisins. And that's what you and I need, Og á því þurfum við öll að halda. the gospel of God. Fagnaðarerindi Guðs, The power to change our lives, mátt til þess að umbreyta líferni, to make us true children of God. sem gerir okkur svo að sönnum börnum Guðs. And that's why Revelation 6 is written. Og þess vegna Opinberunarbókin sjötti kapli þarna hjá okkur, niðurskrifuð, To open our eyes til þess að opna augu okkar and help us to realize og hjálpa okkur að skilja that there will be a great multitude að það verður fjöldi, mikil fjöldi, that no man can number sem að enginn getur tölu á komið, who will be saved. sem mun frelsast. Because they have allowed God to work in their hearts Því fólkið hefur leyft Guði að hafa áhrif á hjarta sitt and changed them. og umbreyta fólkinu. Good news? Fagnaðar erindi, Very good news. vissulega. Listen, friend. Og takið nú eftir, vinir, Jesus is coming. Jésús að koma And he doesn't want you to be with these who say, who shall be able to stand? og hann vill ekki að þið verið í hópi sem segir hver mun geta staðist. He wants you to say, this is our God. Hann vill að þið séu í þeim hópi sem segir þetta vor Guð We have waited for him, og við höfum vonað á hann and he will save us. og hann mun frels okkur. How many of you want to say that? Og hver mörg vilja geta sagt þetta? Do you? Yes, by God's grace. Through Fyrir his, náð Guðs he wants us to have the joy of salvation. þá vill hann að við eignumst fögnuð endurlausnarinnar. The faith that changes the heart Trú sem umbreytir hjartanu and make us true believers in him. og gerir okkur að sönnum tilbiðjandum hans. Let us pray together. Við skulum biðja. Heavenly Father, Himneski Faðir, you've seen our hands. þú hefur séð okkur We're grateful og við erum þakklátt for revelation fyrir Opinberunarbókina and all the things that have happened through the past. og allt það sem hefur gerst. And now here we are today, Og nú erum við hér í dag in the last days of Earth's history. á síðustu dögum sögunar. Oh God, change our hearts. Drottin, umbreyt þú hjarta okkar. Give us your spirit. Gef okkur að vanda þínum Make us new people. og ger okkur að nýjum manneskjum. Give us the joy of salvation. Gef okkur fögnuð endurlausnarinnar. And when Jesus comes, Og þegar Jesús kemur, granted that we'll be among the group that will say,
Og This- hjálpa okkur þá til þess að vera í þeim hópi sem segir, This is my God. þetta Guð minn I have waited for him, og ég hef vonað á hann and he will save me. og hann mun frelsa mig. We pray it in Jesus' Og við precious byggjum name. þessa í Jesu nafni. Amen. Amen. There are some of you who have checked off about desiring to be baptized. Það einhverjir sem hafa tjáð sig vilja taka skýrn. I would like to meet with those of you for a few minutes right in front here, Og ég vil fá að hitta ykkur í smá tíma hérna fremst because I need to instruct you as to what needs to happen in order for you to be baptized. Ég þarf að upplýsa ykkur aðeins það sem að þarf að gerast til þess að skýr geti farið fram. So come and join me as soon as we're finished. Og endilega hitti mig hérna á eftir þegar við erum búin hér. I'll be waiting right there. Og ég verð þarna fremst. Er ég að þýða núna? Já, annars þökkum við ykkur kærlega fyrir í kvöld. Já, við þökkum kærlega fyrir kvöldið. Hvað? Þú veist ennþá íslensku. Það sagði ekki nógu hátt. Thank you very much for tonight. Yes, I forgot to switch. Þetta gerist. Fyrirlesturinn halda áfram annað kvöld. Já, og svo verður næsti fyrirlestur annað kvöld. Nei, heyrðu, já. Sorry. Tomorrow night The we will continue. meetings will continue tomorrow night. Ég kannski bara segja á ensku og þú þýðir á íslensku. What do you mean? Yeah. Alltaf, fyrir ekki. Og annað kvöld þá munum við, þá er efni ræðunar fyrirlesturins náð Guðs fyrir milljónir. And tomorrow night, the subject matter will be the grace of God For the millions. for the millions. Og það fjallar lögmál Guðs og náð hans. It's about God's law and His grace. En mér langar líka til að benda ykkur á að í fyrramálið klukkan 11 Tomorrow morning at 11 o'clock, þá verður hér Guðsþjónusta og Louis Torres mun líka fara með ræðu þá. there will be a divine service here at 11 o'clock, and Pastor Lewis will be speaking, Og þið einnig hjartalega velkomin að koma and þá. you are very welcome to come then. Takk fyrir í kvöld og sjáumst. Thank you. See you.